39 sekúndur eftir. Ég veit hreinlega ekki hvað hefur gerst hér hjá KR-ingum því að þeir hafi ekki skorað síðan staðan var 71-71. Og það virðist vera alveg sama hvaðan af vellinu þeir skjóta. Það vill bara einfaldlega ekkert honum. Það er nákvæmlega sama hvað þeir eru og hvað þeir reyna. Það fer ekkert ofan í. Og frábær karfa hjá Jóni Káir Gíslasyni. Og nú fagnar Keflvíkingar. Þeir eru alveg drifnir. Og nú er sigurinn í höfn. Glæsileg karfa hjá Jóni Káir Gíslasyni. Og þar með er sigur Keflvíkinga endanlega í höfn. Þeir fagna þetta miklum kraft út á miðjugólfinu. Kristinn og Nökkvi og Sigurður sem allir átt skínandi leik. Og þar með er ljóst að það eru Keflvíkingar sem fara í úrslit. Á morgun mæta Njarðvíkingar Valsmönnum á heimavelli. Við getum, ef við tökum svo úrslit leikja í vetur þá ættu Njarðvíkingar að vinna. Það er þó ekki hægt að afskrifa Valsmenn. En Njarðvíkingar eru mjög sterkir og á heimavelli. Þannig að það eru mjög mikla líkur á við fáum Suðurnes í úrslitaleik. Og það er eitt af skemmtilegasta sem gerist í körfuboltanum. Það er þessi tvö stórskemmtilegu lið, Keflavík og Njarðvík mætast. En Jón Káir eins og venjulega öruggur í vítaskotunum. Það er hreint ótrúlegt, hann komst ekki á blað í fyrri hálfleik en svo vaknaði hann aldeilis til lífsins. Og nú er það Jonathan Bó sem skorar úr tveimur tæknivítum sem Keflvíkingar fengu. Öðru tæknivítinu er það nú líklega. Skoraði bara út í fyrra. Og staðan þar með 86-71 og 18 sekúndur eftir að þessum leik sigurinn í höfn hjá Keflvíkingum. 15-14 og þá er leiktími stöðvaður. 14 sekúndur eftir. Og Óskar með skott. En það er nákvæmlega samkvæðin að hafa Axel og færi villu. Sigurður Ingimundarson brýtur á honum. En þessi leikur er nánast formsatriði, eða það er að segja það sem eftir er á honum. Keflvíkingar hafa sigrað staðan 86-71 og þó Axel geti ýmislegt þá getur hann ekki gert 15 stig úr tveimur vítaskotum. Ef þau skipta litlu máli þessi vítaskot og það má svo sem geta þess að þetta var 5. villa Sigurðar Ingimundarsonar en það skiptir ekki nokkru máli heldur. Og nú hrópa Keflvíkingar að Axel, hann lék lengi með Keflvíkingum, var Íslandsmeistari með Keflvíkingum, fór svo í KR, var Íslandsmeistari með KR, en hann verður ekki Íslandsmeistari í vetur. Það er á hreinu, Keflvíkingar fara í úrslitin, KR-ingar sitja eftir og nú er ekki nema 7-5. Leiktími rennur út og vítaskot, síðustu skotin í leiknum að öllum líkindum, fær Albert Óskarsson. Guðni Guðnason braut á honum og vítaskot. Þá bíðum við eftir því að Albert Óskarsson klári þessi skott og síðan förum við út af völl og reynum að tali af Keflvíkingum sem komnir í úrslit. Seinna vítið geigaði en leiktíminn er hér útrunninn. Keflvíkingar hafa sigrað KR-inga með 80 og 7 stigum gegn 73 og það er bókstaflega allt vitlaust hér í íþróttahúsinu í Keflavík en meðan við erum að bíða eftir að Logi nái sambandi við einn af leikmönnunum hér út á velli þá skulum við fara aðeins yfir stigaskorið. Hjá Keflavík, Jónatan Bá efstur og stigahæstur með 31 stig átti frábæran leik hér í kvöld. Kristinn Friðriksson gerði 15 stig, Nökkvi Már Jónsson reyndar 16 með þessu vítið þarna í lokin. Jón Káir Gíslason skoraði 10 stig öll í seinni hálfleik. Guðjón Skúlason gerði 5 stig, Hjörtur Harðarsson 2 og Sigurður Ingimundarson einnig og við skulum ekki glemma Albert Óskarsinni sem skoraði 8 stig. Nú hjá KR var Guðni Guðnason stigahæstur með 31 stig
Páll Kolbeinsson gerði 14 stig, David Grissom og Axel Nikulásson 12 stig hvor. Óskar Kristinsson gerði 2 stig og Hermann Hauksson sömuleiðis 2 stig. Bráðskemmtilegur leikur hér í íþróttahúsinu í Keflavík. Staðan var jöfn 71-71 en Logi er tilbúinn í viðtal við Jón K.R. Gíslason, Keflvíking. Og hér hjá mér er sigurvegari þjálfari Keflvíkinga Jón K.R. Gíslason. Þið voruð í miklum vandræðum, verulegum vandræðum með KR-inga, en svo small allt saman í lokin. Hvað var það? Já, þetta er bara barátta. Við erum búin að spila núna 3 leiki við þá og halda þeim undir 75 stigum í vörninni og þetta er ekkert annað. Þetta kemur bara vörninni og geysilegri barátta. Nú var Guðni búinn að vera eitthvað mjög erfið, búinn að hitta ótrúlega vel. Svo gerist það undir lokin að það fer ekkert niður hjá KR-ingum. Er þetta einhverjar leynikorfur hjá okkur eða eitthvað slíkt? Nei, þetta er bara eins og ég sagði í síðasta leiknum að þá var það bara eintóm heppni síðasta karfan og þetta er það sama. Nú erum við heppnir í síðustu mínútuna. Nú, vörnin hjá okkur, hún heppnaðist vel í síðari hálfleik en í fyrri hálfleik virtist þið vera oft skrefinu eftir. Hvað sögðu þið í hálfleik? Já, við ætlum bara að halda frá því sem við höfum verið að gera og það sem gerist þarna í fyrri hálfleik var það að Palli Kolbeins fór að hitta. Hann var ekki búinn að skjóta mikið og það var það sem breytti því fyrir utan hina leikina. Það var svolítið óvænlegt að sjá að þú gerir fyrstu stigið inn einhvern tímann í síðari hálfleik. Já, mér gekk illa að hitta inn frá í fyrradag og ég ákvað að skjóta ekki fyrir utan og fór þess vegna meira inn í og reyndi að koma boltanum, mata, bó og nökkva og það gekk mikið betur þannig að mér er alveg sama og þau skora ekki körfu með við vinnum. Á morgun leika Njarðvíkingar og Valsmenn. Ef þú þyrftir að velja, hvora viltu frekar? Já, ég ætla ekki að segja hverja ég vil en ég held að Njarðvík vinni. Suðurnesjaslagur? Já. Viltu spá úrslitin þar? Já, Keflavík vinnur. Ég trúi því eftir þennan leik. Þetta var Jón K.R. Gíslason, þjálfari Keflvíkinga og Keflvíkingar geta verið stoltir af þessum sigri. Þeir eru komnir í úrslitin en það skýrist á morgun hvort það verði Njarðvíkingar eða Valsmenn sem leika við þá. En með þessum myndum er íþróttahorninu lokið í kvöld. Ég vil þakka fyrir, verið sæl.